Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Við ætlum aðeins að heyra nýútkominn disk og nýútkomna bók og þær eru komnar til mín hingað, Guðrún og Margrét, velkomnar. Takk fyrir. Þeir eru saman í svona smá víking hérna norður. Já. Hvernig stendur á því? Við bara erum mjög góða vinkonur og ég að gefa út nýja geisladisk og Margrét að gefa út nýja bók. Já, hérna er diskurinn. Já, Eilífa tungl. Og að því að við höfum báðar reynslu af því að vera að árita og kynna svona okkar afurðir einars, þá ákváðum við að þetta er miklu skemmtilega að vera saman. Er það ekki miklu skemmtilega? Setja eitthvað einn út í horni bak eitthvað bókastafla? Akkurat. Þannig að þetta var bara hugmynd sem við ákváðum bara að láta verða veruleika. Mjög spenntar. Og þessa tónlist getur aðeins sagt okkur hann? Já, þetta eru að mestu nýlög eftir íslenska höfunda. Þetta er allt nýir íslenski textar. Já. Og svo er hérna skoskt lag, írskt lag, lag frá Noregi, lag frá Svíþjóð. Þetta er svona róleg, falleg plata. Svona plata sem mig sjálfa langaði til að setja á fóninn. Svona notaleg í nóvember. Notaleg í nóvember. Útgefandinn hafði ágjörð af því að það væri ekki svona kannski aðeins svona eitt og eitt svona fjörlegt lag en ég bara að mínum að þetta er stuð svolítið ofmetið þannig að ég sagði honum það. Ég sagði ég vil hafa bara svona plötu sem er bara öll róleg. Stuður ofmetið. Ég held það. Hörðu, og Henný Hermanns, Vertu stillt. Já. Það er bókin sem þú varst að skrifa. Já. Hvernig kom það til? Já, svona stuttaútgáfan er svo að Pétur Már Ólafsson hjá Bjarti eiginlega hálfplataði mig í þetta. Já. Ég er voða glöð með það núna. Já. Og hann eiginlega bara fékk mig til þess að finna einhverja konu sem ég myndi vilja skrifa Og Henný var náttúrulega efsta blaði. Algjörlega, já. Og mér fannst einhvern veginn þú verið búin að gefa út ægilega margar bækur en þetta er önnur bókin þín. Já. Þannig lagað, já. Og Henný er frænka þín. Já, við erum sko þremenningar. Ætta er úr Hörgárdalnum og ég held að við erum sko af Flöguselsætt sem að mjög margir þekkja hérna fyrir norðan. Og sú ætt var eiginlega held ég aðalega sko fræg fyrir það að börnin voru bæði alveg einstaklega illa gefin og afskaplega ófríð. Þannig að við erum mjög stoltar af þessu. En hún afsannaði þetta með ófríðleika? Já, hún sem sagt það voru kynbætur í hennar legg. Þannig að já, hún gerði það heldur betur. Og ef fólk veit ekki, þá var hún í svona fegurðarsamkeppni. Sko, hún fór út, hún var aldrei í sko eitthvað Ungfrú Ísland eða neitt svoleiðis. Hún bara var valin. Það var kom hingað amerískur kínverji til þess að velja stúlku sem fulltrúa í þessa keppni 1970. Miss Young International og hann bara sá hana og hún fór út alein til Japan 17 ára gömul. Jesús minn. Já. Og vann keppnina. Og vann keppnina. Þannig að það er frá ýmsu að segja í þessari bók. Og þú varst voða montinn, var það ekki? Jú, þegar ég var lítil. Jú, ég þekkti hann ekki neitt. Við þekktumst ekkert fyrir en við fórum að skrifa þetta saman. En ég sko var 9 ára þegar hún vann. Og ég laug því að það væri alveg alltalað í föðurfjölskyldunni minni hvað ég væri sko svakalega lík henni. Og ég sagði, ég væri eiginlega alveg eins og hún hefði verið þegar hún var 9 ára. Og það gat enginn reynt það neitt. Og ég man þegar mamma var að reyna svona aðeins að dempa þetta. Aðeins að ná mér út úr. Gaman að eiga þessa tengingu og þessa sögu. Mjög skemmtilegt, já. En þú sagði líka frá því áðan svolítið skemmtilegt fyrri bókin þín Ellý. Já. Þú flúði bara land þegar hún kom út. Já, ég tók þessu rosalega alvarlega og mér finnst þetta svo mikil ábyrgðarhluti og auðvitað er þetta rosalega mikil ábyrgð að þú ert að fjalla líf einhverjar mannesku og svo náttúrulega fullt af hliðarpersónum. Og öllum vill maður sína voru og eru til. Já, og öllum vill maður sko sína virðingu og allir hafa sitt, sko. En auðvitað var þetta miklu auðveldara með Henný því hún alltaf gat sagt mér og ég gat alltaf spurt hana. En þegar ég var að skrifa Ellý þá var ég bara ein í Lundskógi og satt bara og spjallaði við tré og fjalldrapa og reyndi að finna ykkur svona tengingar. Það var alltaf mikið öðruvísi. Nú ertu kannski bara nýbúin með þessa og en ertu strax farin að hugsa næstu? Við höfum búið að grínast með því sko í fjölskyldunum minna því ég á mákonu sem heitir Benny. Þá var það Ellý, Henný og Benny. Það gæti verið mjög gott. Þú getur bara skrifað þessar konu sem ríma. Bara sem enda Ufsilon. Eða Ufsilon, já, akkurat. Þannig ég átti séns sko. Nei, þú átti ekki séns. Gunný. Já, Gunný. Þú getur breytt nafninu kannski. Ég geti breytt nafninu, já. Það er pæling.
En þið eru að koma hérna og kynna, árita og svona, setja diskinn í gang. Svo ekki hægt að fá ykkur kannski bara aftur og taka lagið í þættinum einhvern tíman og svona. Við erum alltaf ekki með undirleikara núna, en það væri áhugavert að heyra eitthvað lag. Ég kem aftur eftir nokkra vikur, örfár vikur og þá ætti ég komið píanóleikara með mér. Mikið að gera núna í svona aðdraganda jólanna? Já, það alltaf mikið að gera þegar Magga að lesa mjög víða og ég að svona fara í einmitt með píanista eða gítarleikara hingað og þangað, þannig að Ætlið ekki alltaf að vera tvær saman í þessum kynningamálum? Jú, svo það að vera saman sem sagt til að kynna það er miklu skemmtilegra. Og svo þetta náttúrulega ótvíræður kostur því að stundum hefur maður alveg lent í því að vera árita og það kemur einn sem voða vandræðaleg. Aldrei gert fyrir mér. Ég veit það. Kannast ekki við það. Þannig að við sáum það, þá yrðum við allavega sko, þetta svo gaman hjá okkur. Þið getið allavega spjalla saman þarna. Já, það bara allt annað sko. Og svo einhvern veginn tengir maður ykkur svolítið mikið við Norðurland. Það ekki vitleysa, þú ert hérna, þú ert að mála. Já. Og Guðrún náttúrulega bjó hérna. Já, ég bjó hérna í 2 ár og svo halda mjög margir að ég sé að norðan, það mjög merkilegt. Dætu þínu til dæmis halda þessu allar að norðan. Já, það elska Akureyri. Já, það eru 3 komnaringa, magnað, sem æðislegt. Og svo hef ég orðið barnabarn hérna. Þannig að ég mjög mikið fyrir norðan. Við eigum eftir að sjá okkur full. Já, helling. Takk kærlega fyrir að koma í þáttinn. Takk fyrir að fá okkur og gangi ykkur vel. Takk. Og við ætlum núna að sýna ykkur stutt brot úr frábæru myndbandi sem krakkar úr Hlíðaskóla gerðu í tilefni Dags íslenskrar tungu. Til að sjá myndbandið í heild sinni, þá farið þið inn á Facebook-síðu N4 og horfið á þetta allt saman. En gjörið svo vel, hér kemur smá bútur. Hnjúkafjöllin himinblá, Hamragarðar, hvítir tindar, Eyjavötluð hafi á. Hnjúkafjöllin hvít og blá, skýlið öllu helg og há. Hlífidal geisavindar, Hnjúkafjöllin himinblá, Hamragarðar, hvítir tindar. Sæludalur sveitin bast, Sólin á þegar geislum helli, Snömmarisinn seint á sest. Sældalur píðinber, þín grundin, gæðaflest. Gleðin æsku, hvíldin elli. Sæludalur Sveitin best. Sólin á þegar geislum helli.